Já, hingað eru komnir jöfrar stjórnmálana og fleiri. Guðni Ágústsson, formaður Framsóknarflokksins, hann er á fundarreið landið. Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, Ólöf Nordal, þingmaður Norðurlandskjördæmis eystra og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, skákdrottning og varaþingmaður. Ég ætlaði nú reyndar að byrja á, við kannski komum á eftir inn á punktar sem voru hérna í talunum við Jónas Haralds, en ég ætlaði nú að byrja á ljósmæðraverkfallinu sem hefur verið aðal málið í vikunni. Guðfríður Lilja, ég veit að þú varst þarna í aðgerðunum til stuðnings ljósmæðurum á Austurvelli um daginn. Já, ég var það. Sérlega velheppnaðar aðgerðir sem að lýsa í rauninni tilfinningunni í allu samfélaginu. Ég held að öll þjóðin standi með ljósmæðurum og það var eitt af því sem að vantar í alla þessa umræðu efnahagsmálin og yfirvofandi kreppu eða samdrátt. Það er umræðan kröpp kjör launafólks og ósanngirni. Að það þarf að leiðrétta ósanngirni í kerfinu og við þurfum að ganga fram með sanngirnum hætti. Nú er tíminn til þess. Og eitt af því er að leiðrétta kjör ljósmæðra sem í gegnum áratuginn og aldirnar hafa búið við fáránlegt ósamræmi og óréttlæti. Frábærlega velmenntuð stétt með mikla og víðtæka reynslu og með grundvallar ábyrgð í samfélaginu. Þær eru með jafnmikla menntun og dýralæknar, ekki gert kröfur til neinna meiri innan BHM, en samt eru þær 7. neðstar í launatöflunum. Og við þurfum að hugsa þetta líka til lengri tíma, því að á næstu 10 árum þá mun 44% stéttarinnar fara eftirlaun. Það blasir við hrun í stétt ljósmæðra og núna er það búin að segja upp, það er ekki endurnýjun. Og það snýst allt kjör. Það er svo einfalt og þetta lítill hópur, það er mjög einfalt að laga þetta og öll þjóðin vill það. Björgvin, ríkisstjórnin, við hljótum að bíða eftir því að hún aðhafist þessu máli. Já, að sjálfsögðu, samúð allra liggur með ljósmæðrunum og það er mikið réttlætismála að þær fái leiðrétting á sínu kjör og þær eru með mastersnám, þetta hefur breyst samsetningin á náminu og það er að tala viðurkenning á sinni menntun og leiðrétting á sínu kjörum og það er mikið sanngirni eins og réttlætismáli eins og Guðfríður Lilja sagði áðan að þær fái leiðrétting á sínu kjörum. Hins vegar vill svo til að sú kjarabarátta stendur yfir náttúrulega á erfiðum tíma þegar er verðbólguskot og samdráttur og efnahagserfiðleikar og erfið til dæmis við ríkisstjórnin að nákvæmlega núna uppfylla þau skilyrði stjórnarsáttmála að ganga eins langt og hægt að ganga á öðrum tíma til að uppfylla ákveðin skilyrði. En það er engin spurning að þessi deila verður leyst. Það er tilboð á borðinu frá ríkinu, mjög myndarlegt tilboð og ég efast ekkert að ljósmæður og viðsemjendur nái saman eftir helgina. Það er engin spurning það að við höfum öll djúpa samúð með ljósmæðurum og þeirra kröfu. Það bara, ef þetta væri í öðru árferði, þá væri örugglega búið að ná saman og þá hefði verkfalli aldrei... En ertu þá ekki hræddur að komi allir inn í kjölfarið? Jú, það er náttúrulega það sem... Komið stórt skriða í kjölfarið og þá erum við komin inn í gamla verðbólguspílu. Þá náttúrulega verður ekkit úr kjarabótunum og leiðréttingunni og réttlætisbaráttunni hjá ljósmæðurum frekar en öðrum af því að við erum nákvæmlega stödd núna í ágúst og september á toppi líklega verðbólguskotsins eins og spáð hefur verið af öllum núna 14-15%. Þannig að auðvitað óttast menn það mjög að gefa fordæmi sem eru til þess að velta einhverja stað en menn munu ná saman þetta, það er ágætt, fínt tilboð á borðinu og ég trúi ekki öðru en að ljósmæður og viðsemjendur nái saman eftir helgina, það er ekki spurning. Sko það er mjög ósanngjarnt í fyrsta lagi að vera að segja að nú sé ekki rétt árferðir. Það eru búin að bíða í áratugi, það kostar 10 milljónir á mánuði að leiðrétta þeirra kjör, 10 milljónir á mánuði sem er ein heræfing og einum degi sem þessi ríkisstjórn stendur fyrir. Það er líka mjög ósanngjarnt að segja að allir aðrir koma eftir. Það er vissulega algjört forgangsverkefni að bæta kjör þeirra sem að lakast hafa það. Það geta stjórnmálamenn gengið fram með góðu fordæmi, talandi sanngirni í samfélaginu, meðal annars með því að afnema sín eigin sérréttindi í eftirlaunum og öðru. Þar er hægt að spara drjúgan skilding til þess að ganga fram fyrir skjöld og tryggja sanngirni á öðrum stöðum í samfélaginu. Já, það má víða taka til að sjálfsögðu að því að sjálfsögðu stemt en samúð okkar allra liggur með ljósmæðrunum og við viljum ná saman við þær og ná sanngjarnir niðurstöðu málun og það verður gert. Það er engin að tala að þær eigi ekki að fá leiðréttingu og koma eftir öllum örðs framvegis, svo ræðin á ekki verið okkar styðjast af því að við viljum öll ná saman við þær, það er alveg að hreina. Brúnastaðabóndinn.
Já. Eða þó ekki, sonur brúnastaðabóndans. Já, þegar við Hann verður mjög brúnaþungur. Þegar við fæddum systkinin 16-15 heima á Brúnastöðum, þá var bara ljósmóðirinn amma sem kom. Já. Það var engin læknir, þannig að hér er auðvitað verið að tala og allir foreldrar eru sammála það. Ljósmæður eru mikilvægasta stétt landsins og eru við þá athöfn sem er bæði hættuleg og vandasöm. Þannig að allt í einu stöndum við fram fyrir því að þessi fámenni mikilvægi hópur hefur dregist aftur úr og ég trúi því að ríkisstjórnin muni þetta sem allra fyrst leysa það. Þetta er svona álíka upphæð og Bandaríkjaher er að fá núna fyrir að labba hér landið og æfa sig. Svo ég tekki bara dæmi en sko stundum verða menn að viðurkenna, ég veist að verkalýðshreyfingin myndi viðurkenna það að þessi hópur eru dregist aftur og það er ekki boðlegt þetta lág laun. Menntun miðað við dýralækna og dýralæknar margfalt herri og þær eru öllum foreldrum mikilvægir svo ekki sé tala blessað barni sem er að fæðast. Þetta er náttúrulega mjög erfitt að ræða ljósmæður á þessum grunni, en þess að ég held að þessi nú ljóst að þetta er svo stétt sem að þjóðinu þykir hvað venstum. En það hjálpar okkur ekkert í þessari deilu sem við erum í núna. Að, sko, það breytir engu því að við erum ákveðið vandamál á borðinu, það er deila hann í gangi sem við erum að leysa. Og ég er svona, mér finnst alltaf svolítið vandasamt að taka svona stéttir alveg út fyrir, þótt ég gerum alveg grein fyrir því að kjör þeim hefur farið hrakandi og þeir eru ekki á sama báti, við horfum til dæmis á hjúkrunarfræðinga. Það er eitthvað mjög einkennileg staða milli ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga í kjaramálum. Það er eitthvað mjög sérkennilegt mál sem menn hljóta þurfa að skoða mjög vel. En sko, það hvað við getum sparað og gert til að leysa og laga kjör ljósmæðra, þá er það eflaust þannig að það er hægt. En það er mjög óþægilegt því að sko, það er þannig að öllum þjóðinni þykir vænt þessa stétt. Það vilja allir gera vel við hana. En við verðum bara líka að geta gert það með þeim hætti að þessi sómi að fyrir alla aðila. Og það er það sem að ríkisstjórnin reyna að gera núna og fjármálaráðherra reyna að gera núna við það að ná samkomulagi. Svo er hitt máli sem er kannski, mér finnst áhugavert og það er þessi stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar það að skoða sérstaklega kjör kvenna og kvennastéttir. Þá þurfum við að horfa meira heilt yfir og þá getum við fara að skoða hlutina meira í samhengi en ekki bara taka svona einstakar stéttir út úr. Og þótt að við séum núna í ákveðnu erfið árferði þá er sko vilji ríkisstjórnarinnar þessu leyti mjög skýr. Aðgerðarleysi má bara ekki ráða för í þessu. En það standa samningaviðræður yfir, við erum stödd svona í miðri deilunni, við erum stödd í miðri launadeilu og hún verður leyst og þess vegna er líka glannalegt að vera með ómiklar yfirlýsingar þetta, það er bara vilji allara til að leysa deiluna og samúð okkar er eindreið með því að leiðrétta kjör ljósmæðra sem vinna hérna sjálfsögðu mjög mikilvægt starf. Ég ætla að fara aðeins í annar mál sem hefur bara verið uppi núna. Það er, nú er allt í einu farið að koma upp á borðið virkjun sem heitir Bjallavirkjun og ég er nú ekki mjög staðkunnur á Hálfundinu, ég veit svona nokkuð hvað þetta er, en það virðist þurfa að byggja ansi stórt lón til að þetta komist í gagnið fyrir litla raforku, en á móti reyndar sagt að með þessu myndi nýtingin á virkjununum neðar í Þjórsá batna ansi mikið, þannig að það er ekki alveg bara hægt að horfa á þessa virkjun eina sér. Umhverfisráðherra kemur í sjónvarpið í gær og segir nei, við viljum ekki fleiri lón upp á hálendið. Slæri þetta eiginlega bara út á borðinu strax. Hvað finnst þér Fyrir það fyrsta, sko, þetta er 30 ára gömul hugmynd. Hún hefur aldrei verið á seinni árum allavega rædd í stjórn Landsvirkjunar. Hún hefur ekki með neinum hætti komið upp í umræðu stjórnmálanna í dag að það eigi að fara í þessa framkvæmd. Og Svanfríður Jónasdóttir svaraði þessu alveg prýðilega í gær og Þórunn Sveinbjarnardóttir líka þegar þeir sögðu að núna er verið að klára rammaáætlunar fyrirkomulagið. Nýjar hugmyndir, eða þess að gamlar sem á að klára einhvern veginn á teikniborði Landsvirkjunar sem þetta er bara hugmynd, það er fara sjálfsögð inn í þá vinnu rammaáætlunar. Það er fjarstæðukennt að ímynda sér einu sinni að þetta færi á stað án þess að þetta færi fyrst inn í rammaáætlun og síðan með sérstöku samþykki Alþingis. Þannig að þetta er mjög fjarlæg hugmynd og umhverfisráðherra svara þessu alveg prýðilega. Hún ætlaði að svara fyrir sín sjónarmið að hún vildi ekki sjá fleiri og sinn flokk að sjálfsögðu líka. Þetta er flokkurinn að sjálfsögðu sko. Að sjálfsögðu. Þú vilt ekki sjá þessa virkjun fyrir en það er búið fjallamanna. Þú vilt kannski alls ekki sjá hana. Fyrir það fyrsta. Ertu sammála því að það sé komið á lónum? Ég er alveg sammála því að það er komið nóg af svona stórum uppistöðulónum á þessu svæði og þarna er mjög viðkvæmt svæði. Hún er að tala þarna um túnfótinn og þjóðgarði
og friðlandið að Fjallabaki og fleira. En sem skiptir meginmáli og pólitíski punkturinn sá að svona framkvæmdir ekkert upp á borðinu fyrir en eftir rammaáætlun og sérstakt samþykki Alþingis. Það kjarni málsins, burtséð frá viðhorfum hvers og eins til uppistöðu lóna hér eða virkjana í byggði eða eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé alveg ljóst að þessi virkjun, ef yrði aldrei fyrir 1. 2015, held að það sé liggja alveg fyrir. En mér finnst nú eðlilegt vegna þess að við höfum ákveðið að fara í ákveðið ferli. Við skoðum virkjanakosti, við höfum ákveðið það að nýta rammaáætlun til þess að meta þessa kosti og síðan verður það allt saman lagt fyrir Alþingi og til þess hefur við fengið færustu sérfræðinga, þannig við hljótum að taka eitthvað mark á því sem þar kemur fram. Öðru lagi erum við náttúrulega með mjög merkilegt ferli umhverfismat. Mér finnst ekkert óeðlilegt að svona kostur sé settu bara inn í það ferli og við séum ekkert að taka endilega afstöð til þess fyrir að því kemur. En akkur ráðherra svona fljótur að skoða það? Ég hef engar forsendur til að taka jafnlega Var Þórunn ekki í rauninni var Þórunn okkar að segja annað en að þetta fari inn í rammaáætlun? Hún sagði ef ég vil ekki fleiri lón á Hún sem sé í þeim hópi samfylkingarinnar sem á að halda fram þessu fagra Ísland sem þau fundu út. Ég held bara við að horfa á rammaáætlun í þessu samhengi. Nei, það ljóst sko, hún bara samfylking í 3 hópum. Hún til þess að koma í veg fyrir allt og tala gegn öllu. Hún bara í því. Bæði á Húsavík og Viðar. En ég vil segja þetta. Ég auðvitað efast að þetta verði einhvern tímann, en tæknin breytist rætt og alls konar jarðgangna gerð í kringum þetta og svo framvegis, breytir miklu. En mér finnst í sjálfu sér sko að þessi hugmynd, hún getur farið inn í rammaáætlun, farið til umræðunnar og það þá stjórnmálamann að taka afstöðu til þess. Hún á ekki sjálfu sér ekki á þessu stigi að valda því umróti að einn ráðherrann komi og segir þetta verður aldrei, heldur að fá hérna faglegu umfjöllun og bara eins og svo margt annað. En sko Landsvirkjun náttúrulega, ég veit ekki, Landsvirkjun að slá þessu fram sem einhvers konar gambíti til þess að segja sko við viljum Erum við ekki að biðja þetta að fara bara inn í umræðuna? Nei, veistu það, ég held að það er einmitt málið og þetta er alþekkt tækni hjá Landsvirkjun og öðrum öflum sem vilja koma sínum málum áleiðis og finnst ganga of hægt. Að tefla fram svona fjarstæðukenndri hugmynd, koma henni inn í umræðuna til þess að allt annað líti skár út. Þið verðið að velja milli Hellisheiðinnar eða Þjórsárveri. Stilt upp í vegg, já við veljum Þjórsárveri, eyðileggi það Hellisheiðina. Þið verða að velja milli Þjórsár eða Bjallarvirkjunar. Já, allt í lagi, þá skulum við fórna Þjórsá í staðinn. Þetta er alþekkt taktík og það sem er svo grátlegt í hve ömurlegum farvegi þessi mál, faglega, eru hjá okkur Íslendingum. Það er talað um rammaáætlun, gott og vel, en hvað í raunverulega í gangi? Það er allt á full í Helguvík, það er allt á full á Bakka, það er verið að stækka Straumsvík. Nýjasta skoðanakönnun sýnir að þjóðin vill ekki fleiri álver. Fagra Ísland átt að vera eitthvað meira en lítið plagg. Hvað raunverulega í gangi? Og þetta, og það er auki, eins og 100 milljarðar fjárfesting yfirgaf nú Þorlákshöfn á dögunum út af óvissu og vandræðum eins og bæði Vinstri græn og efnahags, ef við maður slúka eins og bæði efnahags- og framfarastofnun OECD og við Vinstri græn höfum ítrekað lagt til að fari fram þjóðhagsleg úttekt á arðsemi stórvirkjana og stóriðju því að hún er hræðilega lítil miðað við svo margt annað sem þarf að gera. Guðni sagði nú hér áðan 100 milljarðar króna fjárfesting kom ekki í Þorlákshöfn út af því að menn voru að draga lappirnar yfir virkjanamálum. 500 til 1000 störf og sumir segja reyndar að þetta hafi verið til gráöfla tækifæri þessi sólarkísilverksmiðja í Þorlákshöfn. Og ekki var það ál. Gráöfla tækifæri. Það voru átökum í borgarstjórn meira minnum Bitruvirkjun sem að sá vafi komst upp og það sjálfsögðu sko. Ríkisstjórnin svaf bara í sumar. Ríkisstjórnin svaf í sumar og gerði ekkert í þessu máli og þess vegna fór þetta svona. En bara til að ramma inn það sem að Guðfríður Lilja sagði þetta náttúruverndarmálin og auðlindanýtinguna, að kjarni málsins og það sem fara Ísland gekk allt út á var að búa til rammaáætlun náttúruvernd og nýtingu. Það er það sem hefur verið að gera og það er að loka spretti núna. Svanfríður Jónasdóttir forystumaður þess starfshóps og hún var að greina svona svolítið frá því í gær í fjölmiðlum hvernig það starf gengi. Og það algjör vendipunktur í allri umræðu auðlindanýtingu og náttúruvernd á Íslandi.
Við erum að sitja hér og ræða 30 ára gamla hugmynd Bjallavirkjun, 46 megawatt fyrir miklar náttúrufórnir, mjög svona ólíklegt að þetta gengi fram, en auðvitað færi svona beint inn í rammaáætlun, út úr því kæmi mat og svo taki Alþingi afstöðu til þess, þannig að þá væri menn ekki að þrasa eitthvað svona. Þetta er mjög athyglisvert. Hér kemur Björgvin fram áðan og segir, Þórunn, hún talar fyrir Samfylkinguna. Á Húsavík talar hún ekki fyrir Samfylkinguna og segir Össur Skarphéðinsson, sem að verða orkulaus. Í Helguvík talar Ingibjörg ekki fyrir Samfylkinguna, segir þeir. Þannig að þetta orðið svo furðulegt leikrit hjá Samfylkingunni. Ég veit ekki alveg hvað þú tala núna. Ég held að það var eitthvað miskilið hérna allt sem við vorum að tala á. Þetta er eitthvað skrítið sem Þú sagðir hér áðan að Þórunn hefði talað fyrir Samfylkingafólki. Það sjálfsögðu gerðu það. En hún ekkert að tala fyrir það að Húsavík segja þeir koma norður, Össur og Ingibjörg. Þetta hárrétt hjá Guðna. Það talar hver. Þannig að þetta er bara leikrit hjá ykkur, Björgvin. Þið eru bara í leikrit. Þetta er hérna góða löggan og vonda löggan. Já, þið eru bara í leikrit hjá þetta er bara svona útúrsnúningur til að leiða umræðuna frá grundvallaratriðum sem rammaáætlunin og en nú kemur Jónas Haralds hér áðan, þessi öldungur sem við tökum mjög mikið mark á og segir að þú veist, Ísland þurfi stöðuleika, við þurfum að finna okkur, leiða okkur út úr svona vandræði á eitthvað framtíðargrundvöll, ráðir ekki að fara að spenna sig og komast yfir efnahagshjalla með stóruðu framkvæmdum og virkjunum sem virðist vera að stefna núna Helguvík og Bakki. Ráðið er ekki náttúrulega að stempa svona framkvæmdum ofan í þenslu þjóðfélag og það er það sem að kannski eða þá að þensla sé sett ofan í svona framkvæmdir. Ég held að við hefum að tala bara stórframkvæmdir, ekki alltaf bara stóriði, ég held að hann Jónas að hljóta að vera að tala bara mikla fjárfestingar, en framundan er samdráttur á þeim verkefnum á byggingamarkaði, þar sem að stórframkvæmdir af þessu tagi virka mjög vel. Ég held að það er allir sammála það. Þess að Jónas, eins og ég skilði fyrst og fremst að tala hvernig stillir ríkið síðan af sinni hagstjórn þegar svona verkefni koma til sögunar. Eins og ástandið núna held ég að þessi skrítið af okkur að hafna því að komi nýtt erlent fjármagn inn í landi til að hleypa lífi í okkar efnahagsástand. En það reynir auðvitað alltaf á hagstjórninni þessu og kannski voru hafa menn svona verið, hvað ég segja, svona þótt kannski þessi þenslu íbúðalánamarkaði ofan í þessa framkvæmdi fyrir austan og eins upp á Grundartanga. Þetta fór alltaf þétt saman hérna fyrir nokkrum árum síðan. Við erum ekkert í þessu stöðu núna og meira segja talandi þessa ákveðnu stórframkvæmdir hérna í Helguvík og Bakka. Ég veit ekki betur en að það sé töluvert í það að þessar framkvæmdir hefjist. Það er ekki. Þannig að það er töluvert bil á milli og ég er alveg sammála því að við erum að nota þetta tækifæri núna til þess að reyna að ná betur stjórn á hagstjórninni. En þetta er ekki held ég annarkost eða. Þetta á að geta gengið saman en til þess verðum við náttúrulega stýra hlutunum vel. Guðni, þú talaði að ríkisstjórnin sé villuráfandi, forystu lítil, stingi höfðin í sandinn, forsætisráðherra sem höfuð í sandbing og Þú segir þetta nú ennþá betur heldur en ég hef sagt. Ég hef talað að hún væri daufgerð og hún hafi lítið brugðist við og hún ber mikla ábyrgð á þeim vanda sem hún er blasið við. Þú er gáð að því að fari ríkisstjórn og tali við þúsundir manna sem eru búin að fá uppsagnarbréfið. Það kreppir að, kreppan er ekki komin. Og talir við unga fólki sem er að þjást með skuldir sínar og fyrirtækin í verðbólgunni. Það helst að verðbólga hér á Norðurlöndum og Íslandi á nýjanleik, hún er að mælast 15%, hefur ekki risið herra í 18 ár. Ríkisstjórnin, hún ber fulla ábyrgð á þessu, við vorum að ná henni niður á síðasta árinu sem við störfum og þenslan var of mikil. Við vorum að ná þeim árangri. Hún gerði ekkert og svo kom fjármálakreppan og við erum í áttara umhverfi. Við erum hér í 15% verðbólgu, gengið hefur fallið 40% sem er mesta lífskjaraskerðing á einu ári á lífskjör Íslendinga. En aðalatrið er þetta, að það þarf útflutnings- og framleiðslu stefnu og það eru þúsundir Íslendinga að fá sína uppsögn úr vinnunni. Það er miklar áhyggjur í samfélaginu og þá er hlutverk ríkisins allt annað, þá er það að taka á, getur dregið sig á markaðnum þegar vel árar og sveitarfélögin. Þannig að ríkisstjórnin, hún veit ekkert í hvað umhverfi hún er að vinna og ég efast að Seðlabankinn hafi hugmynd það heldur. Hann heldur að hann sé að fást við sjúkling sem er í eftirspurnarverðbólgu. En hér er heimskreppa að skella á. Bandaríkjamenn eru meira að segja eins og kom fram í þættin að leysa til sín íbúðalánasjóði í Bandaríkjana til þess að mæta vandanum. Hér eru menn að tala að koma íbúðalánasjóði fólksins fyrir Katarnef sem við vörðum. Gera hana heildsölubanka.
Þannig að ríkisstjórnin veit ekkert hvað hún er að gera og hún er vandræðarleg því miður og sundruð og þetta veldur þjóðinni áhyggjum og mér gríðarlegri sorg því ég vil eiga sterka ríkisstjórn. Já, en í framhaldi þessu, Gunni, þá langar mér að koma aftur inn á sumt af því sem Jónas var að segja. Hann talaði að endurreisa þjóðhagsstofnun. Það hefur við ítrekað lagt fram við Vinstri græn. Hann talaði að yrði að vera öflugt efnahagsráðuneyti. Við höfum líka lagt fram. Það þarf að taka verulega til framtíðar í hagstjórn þjóðarinnar því að þar hefur okkur virkilega mistekist. Það sem að verða að vera hins vegar hinn raunveruleg skilaboð núna að jafna kjörin, bæta kjör þeirra lægst launuðu og taka á sérréttindum. Það á fyrsta skrifið sem ríkisstjórnin getur afgreitt á 5 mínútum, það að taka eigin sérréttindum til þess að jafna kjörin í landinu. Kjörin hljóta nú að jafnast þegar bónusarnir varðandi stóriðjustefnu, þá það ljóst að einmitt ekki bara Jónas, heldur ýmsir aðrir hagfræðingar hafa einmitt verið að taka undir með því sem við höfum sagt lengi, að arðsemin skilar sér ekki nægilega. Virðisaukin allt og lítið til stóriðjunni, þannig að það þarf að fara út í, vissulega þarf ríkisstjórnin að fara út í framkvæmdir og efla atvinnulíf. Hvað ríkið að gera í stóriðjustefnunni? Það þarf að gera það og það þarf vissulega á þjóðarsátt að halda. Við þurfum að henni halda, allir taki höndum saman, en hún þarf að vera í formi þess að hér byggist meira samfélag jöfnuðar og síðasta skrefið sem við eigum að taka núna það sem ríkisstjórnin að gera, að einkavæða innviði samfélagsins, velferðarkerfið okkar, heilbrigðisþjónustuna, það verður að vera sterkt núna, einmitt fyrir þá sem hafa setið eftir. Og það mjög alvarlegt mál þegar fólk að fá 120.000, 30.000, 40.000 í laun á mánuði og stjórnmálamenn verða að vera í takt við þann veruleika á Íslandi. En bara fyrir að fyrst að það ætla ekki að fara einkavæða nokkuð skapaðan hlut í velferðarkerfinu, hvorki Íbúðalánasjóður né annað í því. Það liggur fyrir frumvarp á þriðjudag. Það náttúrulega bara eins og hvert annað gaman máli á Þverguðinu og góðri skemmtun, en það sem skiptir meginmáli hér, að, og út frá þessu stórfína viðtali við Jónas áðan, það eiginlega tvennt sem að stendur upp úr og skiptir mestu máli til framtíðar litið. Auðvitað erum við núna að gangi gegnum erfiða tíma, samdrátt og aðlögun eftir ofsaþenslu síðustu ára, svo getur menn deilt það hverju það að kenna, það mörgu að kenna, svo dýpkar vandinn út af utanakomandi áhrifum og svo framvegis. Við þurfum að leita allar leið til að ná okkur út úr því með sem sársauka minnstum hætti og það ríkisstjórnin að gera með ýmsum hætti, hvort sem það með að styrkja gjaldeyrisforðan, gjaldeyrisskiptasamning og aðra banka, mótvægisaðgerðum, fjárlögum milli ára og svo framvegis. Það er verið að gera mjög margt þar, það er bara ferli sem er stöðugt í gangi, það er enga patentlausn til á því. Svo þegar við erum búin að ná okkur út úr því ferli eftir einhverja mánuði og misseri, þá stendur upp úr það sem Jónas sagði hérna áðan og Geir boðaði forsætisráðherra síðastliðið vor að endurskoða fyrirkomulagið á peningamálastefnunni. Peningamálamódel er alveg skýrt. Þetta er sjálfstæður gjaldmiðill með fljótandi, með ákveðnum verðbólguviðmörkum. Við verðum að keyra það módel alveg til hins ítrasta með að við búum við það. Það módel kalla núna á slökun og verðhjöðnun og svona slaka í hagkerfinu til að sé að hefja stýrivaxtalækkunarferli aftur. Það er það sem Jónas var útskýra líka hérna áðan. Við þurfum að keyra þetta módel alveg í botn meðan að það stendur og varir yfir. Svo þurfum við að fara yfir það með okkar færustu mönnum og taka afstöðu þess hvort við ætlum að búa við þetta fyrirkomulag eða gera hið eina sem er valkostur í stöðunni, það er að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það er eini valkosturinn á móti, það er aðild að myntbandalaginu. Það er allar hugmyndir einhliða upptöku, Evris og spænski utanríkisráðherrann sló endal út á borðið núna í vikunni. Þar var stjórnmálamaður frá Spáni að tala af þungaveikt þessar hugmyndir. Þær eru bara ekki raunverulegar, ekki heldur norska krónan eða svissneski frankin eins og Vinstri grænir og Framsókn hafa stundur lagt fram og ýmsir aðrir. Það eru bara tveir valkostir, það er núverandi fyrirkomulag og keyra það þá til þrautar og laga módelið eða sækjum aðild að Evrópusambandinu og fá það eins og Jónas sagði mjög glögglega hérna áðan, úr því skorið í aðildarviðræðum hvaða kostur okkur standi til boða, hvort það verið til að styrkja hérna efnahagslegt fullveldi þjóðarinnar og fullveldið öllum öðrum sviðum með sem sagt mynt samstarfi eins og við vorum í hérna einu sinni áður og með oft verið og í gegnum aldirnar og flestar aðrar þjóðir frá einu tíma til annars. Þetta eru stóru spurningurnar sem gnæfa eftir hennar tíma núna. Svo getum við rætt margar hliðarverkanir eins og við erum að þræta svona á milli. Já, þetta er langtíma umræða, bara örstuð einskott. Þetta er langtíma umræða, Björgvin. Það sem þarf að gera núna er að verja heimilin sem eru skuldar. Það er það verkefni sem blasir við núna. En heimilin blæðir alltaf mest vegna þess að út af gengisfallinu. Við verðum bara að komast út úr því. Við verðum að komast út úr því fyrst. En það sem að vekur athygli mína, Samfylkingin hefur nú ekki að tala efnahagsmál í allt sumar.
ekki einu sinni Björgvin evru. Þú varst orðinn En úti það er eitt sem við skulum hafa á hreinu. Að hvað sem sagt verður krónuna og margir sparki hann núna, síðustu 12 árin verða sennilega sögðu eitthvað mesta hagsældarskeið Íslendinga, þó það hafi orðið fyrir miklu áfalli núna. Frá EES-samningnum meiri upp, meiri uppgangur en verið hefur. Ég er ekkert viss að þetta allt saman hefði gerst ef við hefðum ekki verið með sjálfstæða mynt. Þannig að við skulum ekki sparka í krónuna í þeim efnum. En svo er hitt bara allt önnur umræða. Síðustu 12 árin hafa verið mesta hagsældarskeið í Gríklandi, þess að ég þekki til, fyrir og síðar, til dæmis. En hérna, þessi umræða núna, við björgum okkur ekkert með því að tala um Evrópusambandi við þessar aðstæður. Það er bara einhver staðar í framtíðinni. Hver er stefna Framsóknarflokksins í Evrópumálum? Sumir segja að þú ferðist landið og sláir úr í. Sláði úr og í. Í sambandi við Evrópu. Þannig var komin einhvers konar málamiðlun. Málamiðlunin er svo að hér þarf auðvitað að undirbúa sig undir allt ferlið bæði hvað stjórnarskrána varðar og annað. Þetta er ekkert að daska. Ég lagði það til í Framsóknarflokknum að við erum bara sammála að vera ósammála þetta mál og kafa djúpt í það svo og vinna í því. Hvers svo sem skoðunin er. Þannig að þetta er mikið verkefni. En ef menn eru sammála að vera ósammála, þá er náttúrulega málið ekki leitt til lykta á neitt. Það er þannig í öllum flokkum. Við höfum fyrst og fremst sagt EES-samningurinn er okkar viðskiptabrú til Evrópu. Það getur allt saman breyst. Við þurfum að standa vaktina og vera á verði. Við þurfum að kafa ofan í þessi mál. Og þjóðin tekur síðan á lokum bæði að okkar mati ákvörðun fyrir ef við ætlum að fara að semja við Evrópusambandið, þá er þjóðin spurð og líka kýsa hún eftir það. En stjórnarskráin þarf að breyta. En þarf þá ekki bara að fara í þessa atkvæðagreiðslu? Þess vegna skulum við ekki, það kann vel að vera, en þess vegna skulum við ekki þreyta okkur því. Stóra málið er að fást við þennan efnahagsvanda núna og forsætisráðherra var óskaplega montinn þegar hann kom til þings og hafði tekið 30 milljarðar lán til að efla gjaldeyrisforðann, en allt hrundi dagana eftir. Orð hans og gjörðir hefði ekkert að segja. Gengið fjall. Vantrúin á Ísland óx því miður, þannig að það vantar markvissar aðgerðir til að fást við verðbólguna og vextina á Íslandi. Og fyrsta atriði er að mínum mati að það verður að breyta lögum sennilega Seðlabanka eða taka ákvarðanir það ríkisstjórnin og Seðlabankin að ganga strax til þess að lækka vexti því að þeir eru að drepa fólki og fyrirtækjum. Við gerum þetta ekki með handafli. Guðfríður, getur þú séð fyrir þér að Vinstri grænir breytum stefnu í Evrópumálum? Nei, ég sé þannig ekki fyrir mér, en það fyrir hins vegar fram mjög öflug og frjó umræða Evrópumálin innan Vinstri grænna. Og ýmislegt sem við munum kynna á næstunni varðandi þau mál. Þannig að það verður alltaf að skoða þessar hluti í öllu sinni samhengi. Það er verið að tala það er fullt af löndum núna sem eru í Evrópusambandinu og eru með evruna sem eigi gríðarlegu vandræðum. Þannig að það verður að skoða þetta í stærra samhengi og aukast er það þannig, fyrir suma er það frábært að ganga í Evrópusambandið, fyrir suma. Fyrir aðra er það alls ekki. Það er alltaf að tala um Ísland sem eina heild, þú veist. Fyrir suma meinaru? Nú fyrir til dæmis ýmsar lágstéttur og aðra, það er það ekkert endalega gott. Fyrir fyrirtækin, þú veist, það eru mismunandi hópar sem að hafa mismunandi hagsmuna að gæta. Verkefni okkar eins og það er núna og það er það mest áræðin sem við höfum talað um hérna í marga mánuði. Það er að ná þjóðinni saman á einn bát. Hvernig gerum við það? Við hljótum að þurfa að hafa einhver langtíma markmið til að sigla eftir. Við getum ekki bara reynda að sigla fyrir næstu vík. Við höfum lagt til alveg ítrekka, til dæmis með endurskoða lög og Seðlabanka. Evrópusambandinu er ekki nein töfralausn heldur, þótt að vissulega ræða það í þaula og svo endanum gæti ég sannarlega sé fyrir mér að þessi þjóðaratkvæðagreiðslu máli. Það er svo skynsamlega hérna áðan er að við getum rætt einmitt eins og Guðfríður sagði hérna fram og tilbaka hvernig aðild kæmi við þennan hópinn og hinn hópinn og svo framvegis. Úr því fáum við aldrei skorin nema í aðildar viðræðum. Hverjir eru kostirnir, hverjir eru gallarnir og hvað fáum við út úr því. Og þess vegna skiptir mestu máli að ná breiðri samstöðu það að sækjum aðild að Evrópusambandinu og fá þannig úr því skori hverjir eru kostirnir og hverjir eru gallarnir. Þangað til verður þetta bara karp. En var ekki þín hugmynd, Guðni, að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður? Ef það er niðurstaða stjórnmálamannanna. Já, en getur þú ekki bara lagt það til á þinginu núna í vetur og komið með frumvarp? Við erum að þvælast alltaf þau vanda sem eru líka því að þvælast allt inn í þessi Evrópuumræðuna. Hér situr Jónas Haralds með mér áðan og hann talar um Evrópu en ekki hann er ekki að tala um... Hann sagði að við yrðum að komast út úr þessu vanda sem við erum með núna. Það er það knýjandi verkefni sem blasir við. Við verðum að hafa eitthvað markmið til að stefna. Síðan sagði hann sem hans skoðun er svo, hann lýst því mjög eindregið að hann telur að við þurfum að fara í
taka upp evruna. Evran eiginlega það sem að keyra hann svo mikið áfram. Því hann hefur áhyggjur af gjaldmiðlunum og hann tekur þetta aldrei í tvennu lagi, gjaldmiðlinn og síðan Evrópusambandið sjálft. Bara núna þessa mánuði, meðan við erum í þessum ólgusjó, vitandi það að þessar þrengingar eru líka í Evrópusambandslöndunum. Við getum hort á Spán, Ítalíu, Portúgal, Írland, þar sem evra náttúrulega ræður ríkjum, við erum samt í vanda þar. Ég bara svo hrædd við það að við séum að ræða Evrópusambandið svona og ruggla fókusin í umræðinni þegar við þurfum að fara að taka á okkar eigin málum. Það er ákveðinir erfiðleikar í gangi. Við munum sannlega ekki geta leyst allt sjálf, smátt af þessu kemur utanfrá, en við þurfum að komast í gegnum þetta og síðan. En erum við að taka á okkar eigin málum með nokkuð öðrum hætti en það að fólk að borga af lánum sínum, þangað til að nánast blæður undan öglunum, þau hafa hækkað, höfuðstóllinn hækkar og svoleiðis, og að kjör fólks, við erum bara stöndum fyrir mestu kjararýrnun á einu ári í sögu lýðveldisins. Erum við að taka okkur málum við segjum við nú skulum bara sækja með Evrópusambandið? Erum við það að taka málum? En eru nokkrar er ekki bara komið tími til að stjórnmálamenn tali aðeins beint út við þjóðin og segi við erum að komast út úr þessum vanda og leiðin er svo að þið takið á ykkur stórkostlega kjararýrnun. Almenningur, hann rátt almenning ber þetta, Það er mál. Við erum talað þjóðarsátt til þess að fara yfir að þeir beri meira sem meira geta og eiga. En bara sannleikurinn er sá að peningamálastefnan, og mér heyrðist nú Jónas vera sammála því og Björgvin sagði það mér að segja hér áðan, að við erum að vinna eftir þeim með þeim tækjum sem við höfum. Það kann vel að vera aukið samstarf ríkisstjórnarinn og Seðlabankans, bankakerfisins, að við verðum að fara í okkar peningamálastefnu sjálf og leysa máli fyrst, því að við erum ekkert komnir inn í evru. Þó Geir færi nú út og leitaði eftir henni pólitísku leið sem Björn Bjarnason hefur talað og segði getum við farið inn í myntsambandið beint án þess að ganga í Evrópusambandið. Hann getur farið það strax, hann sendi þetta frá sér bara upp í nefnd, hann getur farið þetta ferðalag strax og spurt. Og Björgvin hefur ekki sett orðum þetta síðan þetta kom upp. Þannig að, en við varum fyrst og fremst. Samt að bíða. Það er langur ferill áður við fáum evru þó við fengjum hana Þess vegna verðum við að fást við okkar peningamálastjórn sjálfur, að bjargar enginn þessari þjóð nema hún sjálf og allar þjóðir heimsins eru núna að fara að éta úr sínum poka og draga að sér höndina til að hjálpa sér í þessari kreppu. Og við verðum að gera nákvæmlega. Já, við hjálpum okkur sjálf. En þá þarf þetta aðalatrið einmitt að vera að verja heimilin í landinu og verja kjör fólks. Og þá kemur líka að því einmitt hvaða hópum er verið að þjóna í samfélaginu. Hverja erum við að verja með hvaða aðgerðum? Það ætla að banna Fyrsta skref á morgun, ríkisstjórnin afnæmi sérréttindi þingmanna og ráðherra, gefið tónum til samfélagsins, til þess að þau getur fylgt sér okkur. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna í þetta fyrsta Silfurvetraræðis